þig Gauti, hvar á að setja gufuna nokkuð upp? Ég veist þetta geggjuð hugmynd. Heyrðu, það er niðri við Skútubryggjuna. Sem sagt, við ætlum það er svona hjarta, horfir svona yfir eyrina Já, en samt einmitt. nálægt miðbænum, svona milli tjörhússins og miðbæjarins. Það Og hafa þetta bara á pramma eða? Sko við ætlum að hafa þetta á pramma. Svo kom bara, við varum svo hrifin af þessi staðsetningu, svo kom bara í fyrra suðvestanátt 40 metrar á sekúndu. Og við hugsuðum bara, þó við fyndum gott flotbryggju, þá þurftum við að smíða eitthvað sko. En við fengum í staðinn pláss bara, það svona trébryggja við skúturnar sem skagar aðeins fram í sjóinn. Þannig við fengum eiginlega bara pláss fremst á henni, alveg út á horninu. Þannig að það smá svona, svo setur maður hátt, þannig að manni líður svona eins og maður fljóti aðeins yfir sjónum. Og svo þetta súkkulaði stikki takk, gamalt trikkjum, væna sem ég vil vera, væna sem ég næ. Þú vil verður flott, góðu hérna til mín og við gerum eitthvað gott. Heyrðu, já, verið velkomin í ræðum það, spjallþátt atvinnulífi. Við erum með góða gesti, Gauta Geirsson og Finn Beck. Gauti framkvæmdastjóri HFLs og Finnur, þú ert framkvæmdastjóri Samorku. Hvernig hittum við á ykkur báða svona í byrjun september, Gauti? Heyrðu, mjög vel. Ég staddur í Portúgal í afmælisferð hjá tengdaforeldrunum. Þannig að ég mjög vel stendur í sól og hita. Þú ert á nýjum Íslendingaslóðum? Já, það er allir í Portúgal í ár, það er bara svoleiðis. Akkurat. En þú Finnur, þú ert í miðbænum, held ég? Jú, passar. Ég er bara í miðbænum og að koma svona, mér finnst svolítið svona að koma eftir sumarið inn í starfsemi Samorku og bara svona hraðan í samfélaginu. Þetta svona eins og að hoppa á hlaupabrett á ferð. Það er alltaf fleygiferð og maður svona að gíra sig upp í það að við komast á sama hraða og helst hraðar. Ég einmitt búin að vera að hugsa að mér finnst þetta svona nýju uppáhaldstími minn frá svona 15. ágúst til 15. september. Ég sammála að það allt farið á fleygi ferð á þessum tíma en það kannski ekki komið að skila frestum endilega, meira svona að vera allir að gíra sig í gang. Þannig að maður ekki með hann hefðbundna hnút í maganum yfir að sé allt, vera eftir á með allt. Nei, það gefist alveg tími núna í ágúst þess að leggja á ráðurinn og skipuleggja sig fyrir veturinn og það verður bara mjög margt í gangi. Geggja veður búið að vera, það er þetta rigning núna. Það sem ég ætla að segja, þetta er svona pínu eins og í gamla daga back to school og það bara viðrar alls ekki til þess að vera inni við, sko. Man langar helst að vera út að hjóla eða laupa eða gera eitthvað djöfulinn. Þetta náttúrulega líka, sko, það áramót 1. sept í kvótanum, í fiskveiðunum. Það er nýtt ár núna að hefjast í þeim bransanum, þannig að við þekkjum það vel og þeim geranum að haustið er svolítið upphaf að nýju, þá nýtt óskrifað blað. Akkurat. Já, og þú ert sjávarfræðingur frá Tromsø sem er eitthvað, ég veit ekki hvort að bara ég er mikill áhugamæður í Noregi en almennt séð finnst mér svona að vera lært sjávarfræði í Noregi, það hefur verið hátt skrifað á Íslendingum. Þetta það var bara mikið farið þarna út til Noregs til Tromsø, sérstaklega áður en Akureyri byrjaði með sjávarútvegsfræðina. En ég deili alveg þinni ást á Noregi, hef tekið eftir henni og þetta er vel fjármagnað og gott starf sem er unnið í háskólanum og það var gott að vera þarna. Hins vegar ekki fullkomnir frekar en nokkur annar en það var góður tími sem var átt í Noregi í 5 ár. Það er mikil deglaða núna í pólitíkinni kosningar eftir 4 daga og reyndar utakjörfundar, þeir eru duglegir að kjósa utakjörfundar en ég hef verið að fylgjast þarna með skoðanakönnunum hverjum degi. Þeirra aðal umræðefni í kosningunum kemur þetta svolítið inn í umræðefni okkar í dag í ræðum það sem er svona atvinnustefnan og svona skattastefna og efnahagsmálin og mikil umræði hvort að þeir eru ekki áherslu á hvort að það sé búið að fara illa með þá eins og aðrar auðlindaþjóðir að vera svona ríkir á olíunni og öðrum auðlindum, einhverju liti líka í fiskeldinu og sjávarútveginum og en það ég með eina tengingu, mér finnst alltaf gaman að finna tengingu á milli fólks og þú ert þetta stór kaupandi þú ert kaupandi á orku í Háafelli, Gauti, en ég satt á kaffistöðinni í gær í sjávarklassunum og komst að kona en hún er svona ákveðin kollegi Finns
Elena Dís sem vinnur hjá Orkubúi Vestfjarða. Já, við erum stórnotendur hjá Finni og Elenu í hreinni orku sem við erum mjög stolt af og notum í markaðsstarfinu okkar. Við erum með landtengda fóðurpramma og já, það er einn af sölupunktunum, græna orkan, sem við erum að nota. Það er Akkurat. skemmtilegt. Það tala mjög fallega ykkur hjónin og þú varst bara 28 ára þegar þú tókst við núverandi starfið 2021, tiltölulega ungur. Hvernig var það? Já, þetta er stórt fyrirtæki, mörg þúsund tonna fiskeldi í Ísafjarðardjúpi. Var þetta ekkert stressandi? Þú voru kannski að spyrja Elenu á því hvort að magastressið hvernig það hefur verið, en jú, auðvitað var maður bara mjög þakklátur þeirri ábyrgð, því að við höfum líka alltaf sagt það með HFL, við erum að starfa í viðkvæmri náttúru. Við fáum leyfi frá stjórnvöldum til þess að ala framandi tegund til þess að skapa verðmæti fyrir samfélagið og því fylgir ábyrgð, þannig að maður heldur betur finnur til hennar og hefur lagt sig allan fram ásamt rosa góðu fólki við að halda því þannig að við erum lagt mjög mikið upp úr því. Það er líka kannski tengist í hvaðan við komum. Við erum 100% í eigu Hraðfrystingar Gunnvarar sem er í eigu heimaaðila á Vestfjörðum sem er 10. stærsta sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi, eitthvað svoleiðis. En það var bara tekin ákvörðun þar fyrir 20 árum að veðja á eldið. Kvótar voru ekki að aukast þannig séð og kvótinn var vera sífellt dýrari. Þannig að það var tekin ákvörðun þá. Menn eru búin að fara í gegnum þorskeldi, regnbogasilungseldi og eru núna í laxinum. Þetta er kennitala frá 2001, er það ekki rétt? Jú, þannig að það er búið að fara og móðurfélagið síðan 41, þannig að það er löng saga við djúp sem byggist á að nýta þessar auðlindir sem við höfum í hafinu hjá okkur og þannig að þetta er bara búið að vera mikil vinna en mjög gaman og kannski tengist inn á þessa atvinnustefnu sem varst að ræða inn á því að maður fannst punkturinn þar í dag var að skapa háframleiðnistörf sem að fiskeldi tikkar í flestið öll box. Og það var nú einnig glærunni verið að hrósa einmitt sjávarútveginum fyrir að auka framleiðni sína og hafa gert það og tók eftir að Daði fjármálaráðherra, hann sagði líka á dögunum að þegar hann var spurður þessar uppsagnir sem að nokkur sjávarútvegsfyrirtæki hafi verið að fara í að það væri hluti af þessi verðmætaaukningu sem hafa orðið í sjávarútvegi hefur verið aukin hagræðing og mér finnst það svona smá vanmeti held ég að hálfu sjávarútvegsins sem hefur nú þetta verið í ákveðnum slafi þessa ríkisstjórn og öfugt að fjármálaráðherra talar líka svolítið fallega til greinarinnar og var aftur gert í dag og það er svona allavega ekki, það er ekki verið að það er ekki verið að gera eitthvað óvinn úr henni fannst mér. Hvernig fannst þér tónning gagnvart þessum hefðbundnu stóru greinum Íslands finnur í morgun? Það voru nú á þessu fundum með atvinnustefnunni í morgun var farið yfir víðan völl. Þetta var mjög áhugaverður fundur fyrir nokkru hluta sakir. Fyrsta lagi var þetta farið vel yfir það hvaðan hagvöxturinn hefur verið að koma að undanförnu og verið að meta hvar tækifærum gætu legið. Og ég tók auðvitað eftir því eins og þið nefnið eldi, landeldi og lagareldi auðvitað eitthvað sem klárlega inn í myndinni fyrir Ísland til langra framtíðar. Það mjög margt sem að mæla með því að hér verði það einhvers konar burðarás, einn af burðarásunum í íslensku atvinnulífi og maður sá það teiknað upp. Það svolítið að vera að horfa á mismunandi atvinnuvegi. Það var teiknuð upp ákveðið mynd þar sem að vantaði líka eina atvinnugrein og það var nú bent á það að ferðaþjónustan var ekki á þessari mynd sem var dregin upp þarna, en svona komið inn á það samt í erindi þessum talaði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar Sveinbjörns að það eru tækifæri í ferðaþjónustunni líka til þess að hagræða og það auðvitað gríðarlega sterk grein sem hefur reynst okkur heilladrjú hingað til og á örugglega mikið inni í aukinni framleiðni og framþróun eins og rétt eins og hefur gerst í sjávarútveginum. Og það gleymist oft, bara ég má bæta við að mér finnst oft miður hvað mikill slagur sjávarútveginn. Þetta ótrúlega flott atvinnugrein þar sem að mikla sérþekkingu byggt upp mjög öflug fyrirtæki og mjög miður hvernig oft talað til þeirra í opinberri umræðu.
Já, já, og ég svona, vil nú meina að þeir fulltrúar sjávarútvegsins hafa nú ekki alltaf gert sér mikinn greiða sjálfur með sinni framgöngu, það svona, þetta hefur verið svolítið í skotgröfum. En varðandi ferðaþjónustuna, við ræddum það nú hér í ræðum það núna í byrjun ágúst að hún var í ákveðinni skotlínu eða svona, að skynjaði sig í ákveðinni skotlínu hjá þessari ríkisstjórn og eins og nefnir hún kom fram í erindi Sveinbjörns Finnssonar sem að í morgun, sem að ég svona nýst í Arnór svolítið eftir þennan fund. Ég er búin að fara á nokkra staði í bænum í dag og fólk er svolítið heillað af hans erindi, bæði vel unnið og svona hvernig hann kom fram á fundinum, en hann var þar á ákveðnum glærum eins og segir að tala ferðaþjónustuna líka hvaða álag hún hefur haft í för með sér á innviði landsins og ég hvet eiginlega fólk til þess að skoða bæði, það er að skoða vefmiðlum og inn á stjórnarráðinu þessar glærur sem eru svolítið svona það var auðskiljanlegar hvar það hefur bæði var sýnt hvernig fjölgun barna af erlendum uppruna á leikskólum hefur aukið álag þar hvað bara umferðinu þjóðveg 1 hún er aukist 80% frá 2010, þannig að nýting á þeim innviðum á sama tíma hefur lítið verið fjárfest og svo þetta hversu marg sjúkrarúm er á hvern mann á íbúalandinu og svo framvegis. En var eitthvað svona meira sem þú greifst út úr þessu finnur í morgun? Já, þetta var mjög kröftugur fundur og ég held að almennt sé atvinnulífið frekar jákvætt gagnvart þessu framtaki ríkisstjórnarinnar. Jákvætt en svona varfærin, ég meina það kom svona einhver skot frá SA að það þyrfti nú að passa að það væri fulltrúar atvinnugreininanna í þessari vinnu en Kristrún svaraði því nú bara að hún ætlaði ekki að fá neina lobbyist í þennan hóp og sagði sko ef þetta væri 5 lobbyistar hver að verja sína grein þá það lagsti samnefnari sem kæmi út úr því, ekki eitthvað til í þessu hjá henni þó þú flokkist kannski sem lobbyisti. Ég skal alveg glaður gangast við því að vera lobbyisti og tala bara fyrir hönd mjög öflugar atvinnugreinar eins og annað fólk í húsi atvinnulífsins. En það sem ég var alltaf að segja, sko, ef við tökum þetta svona smá röð, það er í fyrsta lagi bara mjög jákvætt að ríkisstjórnin sé að leggja svona mikla áherslu á efnahagsmál og framgang atvinnulífsins og setji það svona í ákveðu öndvegi og tali hagvöxt og tali það hvernig hann skiptir máli varðandi framtíða lífsgæði og varðandi bara áhrif á kjör fólks almennt. Og mér finnst þau hafa náð þessari tengingu sem við erum búin að tala mjög lengi fyrir hjá Samorku og orkuveitugeranum að það er ekki hægt að slíta í sundur mikilvægi nærar orku og hún skilir sér á rétta stað, þessari grunninnviða og þess að ná einhvern framgangi í hagkerfinu. Og ekki ólíkt því sem að þið voru að tala hérna áðan að þá höfum við svolítið glímt við það að það þarf að skipuleggja allt með svo löngum tíma, þannig að það er líka jákvætt að ríkisstjórnin sé þá að horfa. Þetta er til 2035, hvert erum við að stefna? Hvernig hún nálgast það nákvæmlega skiptir auðvitað máli og það getur bara verið gott fyrir hann að hafa þetta ráðgjafaráð. Ég held að sé samt sem áður þannig að atvinnulífið gerir kröfu það að vera við borðið. Þetta er samtal, koma sjónarmiði sínum að hvort það er í þessari nefnd einhver öðru formi. Við eigum nú marga fundi þannig ég held að við náum því alveg. En síðan held ég að skipti máli í svona þriðja lagi varðandi að ríkisstjórnin sé að gera þetta er að það er 2 atriði, skili sér inn í stjórnkerfið. Að þetta er áhersla hjá ríkisstjórninni og ekki bara hjá einstökur ráðherrum, þetta er ekki einkamál einstakra ráðuneyta. Þegar að ríkisstjórnin setur eitthvað svona í öndvegi, það þarf að samhæfa og tryggja að allir rói í sömu átt. Sko. Það er þessi synergía sem getur orðið út úr bæði samhæfðu stjórnkerfi og góðu samtali við atvinnulífið. Síðan svo í bætunum við þessum punktum sko, sem að fylgja nú eiginlega alltaf í samskipti við stjórnvöld, þá er það að það myndi mjög mann með farið. Þetta sumstaðar tekist vel eins og var nefnt hann í ágætu erindi hjá dansku fulltrúa hann á fundurum í morgun, þar sem að sko samspil stjórnvöld og atvinnulífsins tekið vel. Já, sem var formaður hópsins og ég vil að segja að það er svona þunga þetta manneskja, ég meina hún situr í stjórn Novo Nordisk stofnunar sem á langvarmættasta fyrirtæki í Evrópu eða allan á Norðurlandana og ég líki stjórn Arla sem að framleiðir alla mjólkurvörur í norðanverðri Evrópu. Þannig að hún ætti að hafa mjög svona gott gestsauga fyrir utan að þekkja Ísland með sem stjórnarformaður Carfix. Og hún var reyndar framkvæmdastjóri Microsoft á Íslandi og Danmörku, eða Danmörku og Íslandi. Við byrjum á Íslandi, segjum Íslandi fyrst og svo. En það er bara að nefna einn punktur í viðbót. Þú svaraðir ekki þessu sem ég spurði með Kristrúnu
hún sagði að það yrði lægsti samnefnarinn ef það hefði bara verið lobbyistar í þessum hóp. Já, það er nú bara svona kannski svolítið kænska í stjórnina, menn ef við myndum loka okkur framkvæmdastjórinn í húsi atvinnulífsins saman einvörðungu, þá gætur við fengið eitthvað sem að væri ekki nægilega markvisst, en við verðum alveg pottþétt í samtalinu og það er ekki síst mikilvægt vegna þess að þetta er rétt að fara af stað og það eftir að setja inn fullt af gögnum. En mér langar kannski En það sem sorry, Finnur, mér langar að skjóta skjóta inn. inn með samtalið út af við vorum aðeins að skauta inn á sjávarútveginn áðan, að þá held ég að sko þegar maður sá þetta fyrst, þessa atvinnustefnu, þá kom þessi tugga upp í hausinn á manni strax bara, eiga stjórnvöld ekki bara að vinna að sko samkeppnishæfni, umhverfi og innviðum sem að leyfa atvinnulífinu að blómstra, hvað er stjórnvöld að tróða sér inn í að benda á einhverja næsta stóriðu næstu ferðamennina eða hvað það væri sko, en svo þegar maður sér meira á spilin, þá sér maður að það er nú kannski einmitt verið að horfa á innviðina, horfa á umhverfi, horfa á nýsköpun og þróun sem allir ætla alltaf að gera í einfaldar reglur og það eru svona ýmis góð markmið og ég held að til dæmis bara það einfaldar regluverk, það hljómar svona stundum eins og atvinnulífið sé að kalla eftir því bara til þess að fella niður reglur, en auðvitað snýst það ekki þannig, bara í minni grein í fiskeldinu, þá erum við með sko frumskó af regluverki sem gerir eftirlitsaðalunum svo erfitt fyrir. Þú veist, það er að hamla eftirlitinu hvað regluverki er óþjált, þannig að þeir sem að eiga raunverulega að fara með eftirlitið, þeir eiga erfitt með að út af því að regluverki er svo flókið. Þannig að maður fagnar þessari viðleitni, gera hlutina einfalda og skýra. Það þýðir ekki að það sé ekki kröfur, en það er bara einhver skýrleiki í gangi. En ég held sko... Leið mér að grípa það ösnögt, en myndu hvað ætlar að segja. Mér finnst það með sko skýrleiki vera svolítið, ef við ætlum að gefa þessari ríkisstjórn smá kredit, svona með við síðustu ríkisstjórn, að hjóum mitt eftir, mér finnst þetta með allt mjög skýrara. Það er að tala til dæmis að setja fram, að það verði lagt fram á Alþingi tillaga orkuöflun til 10 ára sem að sko, hafi þá áhrif á hvað kom út úr rammaáætlun og svo þannig að svo minnst einhvern veginn svona og það er verið að segja þá, við ætlum að segja konkrétt hvað afla mikillar orku. Já, þetta var alltaf mjög loðnara áður, þetta var svona, við þurfum orku í orkuskiptin en það var aldrei sett inn tala á það. Nei, og það er kannski bara í raun, ef við hugsaum það þannig, þá er það auðvitað bara verið að uppfæra rammaáætlunarkerfið með því að búa til annað kerfi yfir því í raun og rammaáætlunin var kannski búin að stranda að einhverju leyti í svolítið mörg ára aðeins að við því væri brugðist, þannig að ég get verið sammála því að ríkisstjórnin er að aðeins að bretta upp ermar, en mér vil samt benda á, eins út af því við vorum að tala um sjávarútveginn og sáttina og allt það áðan og samtalið þar á milli. Það skiptir líka máli að hlaupa samt ekki alltaf ofra. Við á Vestfjörðum, við höfum eins og í vor, við gagnrýndum, og það var ekki bara þessi ríkisstjórn, það var líka ríkisstjórnin undan, við gagnrýndum nokkrar skattahækkanir á skemmtiferðaskip sem skiluðu sér í hruni í bókun skemmtiferðaskipa. Þannig að eftir hækkunina hefði tekjur ríkisins orðið minni vegna minni eftirspurnar. Skattar á laxi sem að út af því við vorum að tala um Noreg áðan, þeir tóku upp norskt kerfi sem er hlutfall af hagnaði í laxinum. En á Íslandi var ákveðið að fara í veltuskatt, þannig að þegar að markaðsverðið er lág, þá erum við samt að borga í bullandi tapi miklu meir en í Noregi og Færeyjum sem að skemmir samkeppnishæfni okkar. Og svo er það hvítfiskurinn, það sem að ég held að svona undirliggjandi alda þjóðarinnar væri að það væri hægt að fólk, það var svona einhvern veginn tilfinningin að það væri þarna svigrúm til þess að taka meiri skatttekjur, en þá skiptir öllu máli hvernig það er gert. Og þá að mér fannst var farið of geyst og svolítið hratt án þess að kannski áhrif niður á landsvæði og byggðir og lægju algjörlega fyrir. Þannig að gott að vera skýr en ekki hlaupa of hratt heldur. Akkurat. Gautur nefnir ágætlega, það alltaf pittir til þess að varast þegar þú ferði í þetta svona. Versta útgáfan væri það sem þú væri bara komin og farin að ganga ógeðslega langt í að stýra öll í einhverju eina átt og taka ekki tillit til þess sem er að gerast úti, þess sem að fyrirtækinu og fólki í fyrirtækjunum og hagkerfi sér að leysa úr því hvar tækifærin eru, en það er hægt að styðja við sprotana og það er eitt af því sem að bara atvinnulífi almennt hefur lagt áherslu á að þetta er ekki til þess að velja sigurvegara og til dæmis út frá ferðaþjónustunni sem við vorum að ræða áðan og í samhengi við sjávarútveginn,
þá getur verið hættulegt að sko, taka bara einhverja punktstöðu núna. Þetta þetta bara, ferðaþjónustan hefur þróast ótrúlega hratt og það mikil gróska þar í að finna fleti, að hagræða og finna sameiningarfleti og svo framvegis. Þannig að maður verður líka svolítið að vera þolinmóður rétt þessu orku- og veitugerðum. Þá þarf að hafa mjög langa sýn til þess að svona leyfa þessu að gerðast. Já, ég held að enginn vilji sjá einhvers konar áætlunarbúskap af hálfu ríkisstjórnarinnar eins og þekktist í Austur-Evrópu árum áður, 5 ára áætlanir og þetta 10 ára, en þetta er samt líka eins og Kristrún talaði svolítið fyrir kosningar að það væri ákveðin stefna að hafa enga stefnu, að leyfa þessu bara algjörlega að hafa ekki skoðun á því sko, við hvað, svona heildarskoðun, ætlum við að veðja einhverjar bara auðlindagreinar sem eru ekki að skapa mikla framleiðniaukningu og Sveinbjörn þetta bent á að frátt fyrir hagvöxtina síðastliðin ár, þá væri við að dragast aftur og sérstaklega síðustu 5 árum í verðmætasköpun, í samanburði við Evrópu, Norðurlöndin, sem svolítið annur saga heldur en hefur verið sögð síðustu ár og þannig að ég held að það sé jákvætt, en varandi orkuöflun til viðbótar, Samfylkingin gaf það líka út fyrir kosningar að þau ætluðu að vildu stefna 5 teravatta orku aukningu á orku framboði, ekki bara með nýrri orkuöflun og nýjum virkjunum, heldur líka með því að byggja byggðalínuna sem hefur nú verið baráttumál ykkar á Vestfjörðum meðal annars, að bæta dreifikerfið og svo sem ýmissa atvinnusvæða út á landi og svo með einhverjum orkusparnaði öðrum, býstu við því að þetta markmið ríkisstjórnar líka. Finnur, þú ert nú kannski einna besti stöðu til að leggja mat á það? Ég skal ekki segja nákvæmlega hvert markmiði þeirra verður, sko. Við höfum kannski frekar talað fyrir því að við komum á fót kerfi þannig að orkuöflun sé bara í góðum takti við vöxtin í hagkerfinu og það snúið alltaf að spá fyrir hvaða fyrirtæki, hvernig gengur hvernig ganga orkuskiptir í sjávarútvegi, hvernig verður vöxtur í gagnaverum. Við getum kannski enginn séð þetta nákvæmlega fyrir, en hins vegar þau sem að sjá það kannski mikill núna í gagnaverum. Alveg klárlega og þar mikil framtíð, en ég held að fyrirtækin sjálf í orkugerunum, þau hafa verið að benda á það að hér séu gríðarleg tækifæri og Landsnet sem að séu flutningskerfi hefur bent á að það sé fyrir sjávarútveg raforkuskortur. Vonandi auðnast okkur að byggja upp nýja orkuvinnslu í samhengi við stóra notendur, einfaldlega vegna þess að það ný atvinnuuppbygging, ný tækifæri, en það líka gríðarlega hagkvæmt sem tryggir það að við byggjum upp hagkvæmar virkjanir hverju sinni. Og það svona þetta samhengi sem að skiptir máli, en ég ger ekki lítið úr því sem að kom fram ég sagði í upphafi að þau tengi saman framgang í efnahagslífinu við orkuna, það gríðarlega mikilvægt. Þetta alltaf mishagkvæmt, ég meina vindorkan umdeild og ekki nein almennileg reynsla á henni á Íslandi, stór vindorkuverkefni í nágrannalöndunum, sérstaklega offshore vindorkuverkefni hafa verið afskrifuð og norræn orkufyrirtæki tapa tugum ef ekki 100 milljarða á þeim ævintýrum. Er þetta svona einfalt að þetta sé allt hagkvæm verkefni eða augljóst á þessum tímapunkti? Nei, ég myndi aldrei segja neitt að þessu væri augljóst. Það sem kannski maður getur þó dregið alveg skýra ályktanir með og mætti kannski telja að augljóst að við eigum mjög góða náttúruauðlindir. Við höfum langa sögu í vatnsaflsnýtingu og jarðvarmanýtingu og eigum bara mjög gott rekord þar. Vindorkan auðvitað löngu orðin viðurkenndur orkugjafi bara allan heim og það stundur svolítið skrítið hvað talað þetta á framandi hátt hérna á Íslandi eins og þetta sé svona einhver tilraun sem mætti kannski prófa meðan aðra þjóðir að reisa vindorkuver bara á hverjum einasta degi. Við höfum auðvitað eftir að finna út úr samspilunni hér og það þetta bent á það að það þurfi jöfnunarafl á móti og kerfið á eftir að þróast einhvern veginn til að taka við þessu, en vindorkan klárlega þeim kostum búin að sé góð þriðja stoð. Síðan þetta bara svolítið ólíkt eftir hvernig hagkerfið að þróast. Vindorku þetta að þróa miklu skemmri tíma heldur en jarðvarma. Vatnsafli kannski eitthvað stóra milli og fyrirtækin hafa reynda gert vel í því Landsvirkjun og HS Orka að reyna að vera tilbúin með virkjunarkosti svolítið tímanlega. En það eru eðliseiginleikar í þessu sem gera þetta svona ekkert alveg skýrt dæmi og þess vegna traust á fyrirtækjunum og bara vönduð umgjörð kannski það mikilvægasta sem við getum komið á fót.
Ræðum það í boði góðra samskipta. Góð samskipti hafa í 15 ár aðstoðað stjórnendur við að viðhalda trausti almennings, grípa ný tækifæri og að þjálfa stjórnendur framtíðarinnar. Hvernig lítur þú á þetta, Gauti? Því að þú ert, ég veit nú til þess að þú ert til dæmis hluta hóp sem heitir Hreinni Hornstrandir og ég gerir ráð fyrir að það svona tengist áhuga þínum á útivist og náttúru, þess að njóta náttúrunnar. Hvernig nálgast þessa varðandi orkuöflun? Er ekki rétt hjá mér að verkefni sem var að fara í nýtingaflokkun daginn, fyrsta vindorkuverkefnið, svona af einkaaðilum, það er einhvers staðar á sunnanverðum Vestfjörðum, ef ég man rétt? Jú, það er fyrir ofan Reykhólasveitina, ekki satt, í Garpsdal, minni mig. Já. Nei, þetta er náttúrulega, þetta er fín lína bara yfir höfuð, nýting náttúru og við erum að reyna að feta hana við lífsgæði okkar byggja á því að við séum að nýta þessar auðlindir sem við höfum. En auðvitað er einhver mörk og ég held að það sé alveg svona frekar útbreitt svona eins og bara fyrir vestan, þú veist, við viljum ekki snerta Hornstrandir, skiljiði, svona það er bara off limits svolítið, en það þýðir ekki að við viljum að það þarf orku fyrir vestan og okkur finnst svolítið svona, það er svolítið svona tilfinning oft sko að þegar við ætlum að fara að ná hinum í orkuöryggi eða innviðum að þá séu setta bremsur því að á meðan aðrir landshlutar hafa kannski nú þegar gengið í gegnum það og það er engin umræða þá það í sjálfu sér. En þá þurfum við einhvern veginn að fara við þurfum líka raforku trygga og ekki bara með díselrafstöðum heldur með grænni orku. Þannig að en þú veist, svo er þetta bara áhugaverðar spurningar samspil þessar orkugjafa og þú veist, eins og með vindaflið og ef að hún þarf jafnvægi mikið til frá Landsvirkjun þá myndast alveg svona pólitískar spurningar, þú veist, á Landsvirkjun að útvega þá fyrir einkaaðila eða á hún að fá að gera það sjálf og svona interessant spurningar, en ég held að in general, svona almennt séð að þá eru við hlynnt bara einhverju svona nýtingu sem að ekki bara heldur okkar efli lífsgæði okkar fyrir vestan heldur líka bara almennt á landinu því að þetta er þetta eins og Finnur er búin að koma inn á, þetta er bara risastór geiri sem að við búum svo vel við Ísland að vera ríka af og ef við ætlum að halda þessum lífsgæðum og bæta frekar við erum alltaf að reyna að búa til betra samfélag, ekki satt, þá þurfum við að afla verðmæta til þess, eins og var dregið vel fram í morgun. Þetta getur verið fljótt að breytast ef að við teljum okkur bara einhvern veginn verið komin á þann stað að við séum einhverju jafnvægi og fara að dragast aftur úr. Það væri náttúrulega vonþróun. En nú ert þú í grein sem að hefur verið mjög svona milli tannanna fólki, fiskeldi, meira að segja í sjókvíaeldi sem að hefur svona verið hugum sumra verra heldur en landeldi þó að þetta sé reyndar ekki alveg mjög svo ákveðin einföldun á umhverfisáhrifum þar að þau eru svona líka í landeldi bara annan hátt en getum við lært eitthvað af því hvernig umræðinu þá grein hefur þróast og hvernig akkur hún hefur orðið svona neikvæð á þessum stutta tíma sem við hefum verið að byggja upp þessa grein? Já, alveg klárlega og ég held að sko við og ég tala nú bara, þú veist, þegar ég segi við, það er bara bæði mitt fyrirtæki og svo bara grein í heild, ég held að við þurfum að vera duglegri að segja frá því hvað er að gerast og hvað við erum að gera, því að ég held að bara í útgangspunktinum það fylgir að búa til verðmæti, það fylgja því einhver spor og við erum að leitast eftir því að búa til verðmæti sem að búa til störf og bæði verðmæti fyrir samfélagið og störf í nærsamfélaginu og okkar fókus hjá Háafelli með þessa löngu sögu við djúp og fyrir hluthafana ykkar fyrir hluthafana okkar líka sem eru á áherslu sitt pund en markmiðið þar og ég held að þeir sem að horfa á það hefur ekki verið það að merkja sér svæði og selja svo út og búa til einhverja stöðu. Þarna hefur verið bara í langa tíma fókus á að búa til
ný verðmæti á okkar heimasvæði og það hefur verið alveg rosa mikill fókus á að gera þetta vel og það er auðvelt að segja, auðvitað segja allir að þeir ætla að gera þetta vel. En ég held að ef að fólk vill kynna sér málin og kafa onni bara, þá hvet ég fólk til þess að gera. Við höfum verið að fjárfesta í sterkari netum, við höfum verið að svona leiðandi með ýmsar tækniþróanir eins og með landtengingar, við erum með leysera í kvíunum sem að reynda Novo Nordisk var að kaupa upp fyrirtækið þar sem að er að skjóta á laxalúsina í kvíunum. Við höfum verið að gera ýmislegt svona leiðandi og framúrstefnulegt til þess að lágmarka áhrif af starfseminni og ég held að það sé svona svolítið kjarninn. Við erum verið að taka Whole Foods vottun inn í Bandaríkin sem er með einna ströngustu, við erum úttektar í næstu viku. Það má ekki nota kopar, það má ekki nota lyf gegn laxalús, það er bara ákveðin þéttleiki. Þannig að við erum að leggja allt í þetta. Við erum að færa okkur meir upp á land, við erum að búa til stærri seiði og það þarf meiri raforku og þannig að ég held að framtíðin sé einhvers konar hybrid af þessu, þar sem að hluti af seiðunum er alinn á landi eins og við gerum í dag og svo í lokin þegar hann þarf mikið pláss og mikla orku, sé hann út í sjó, eins og hann gerir í náttúrunni, hann fer úr ánni út í sjó til að vaxa og þannig að það er klárlega þróun. Við erum í þróun með ófrjóan lax sem myndi gera þessa erfðablöndun og þessa fréttir eins og við höfum upplifað undanfarnar vikur, vonandi bara óþarfar, þar sem að laxinn myndi ekki geta orðið kynþroska. Þannig að það er rosalega mikil hreyfing í þessari grein, það er miklar tækniframfarir og eins og við nefndum í byrjun, það er háð framleiðni, það er mikil sjálfvirkni og það er mikil þörf á fólki með góða menntun sem að ég og kannski kona mín eru gott dæmi fólk sem er að flytja heim í störf tengt þessu. Þannig að þarna eru gífurleg tækifæri, maður tekur undir með stjórnvöldum í því, en það þarf að gera þetta vel, við þurfum að hafa gott aðhald, en við þurfum líka að geta þróast og fundi leiðir út úr þessum áskorunum, finna lausnir á þeim og bara halda áfram. Ég heyrði úr meðvitaður þessa umræðu og gagnrýni og þið takið, þetta er hluta ykkar orku fyrir að reyna að mæta þessu. Já, kannski of lítill hefur, við allan segi bara fyrir mitt leyti og mitt fyrirtæki, við hefum bara verið á bólakafi í að reyna að standa okkur vel og finna leiðir út úr þessu og við hefum kannski ekki verið nógu öfluga að svara þegar koma rangfærslur. Stundum getur greinin tekið til sín, alveg klárlega, ég er ekki að segja þessi allt fullkomið og við erum ekki fullkomin heldur, við erum engir siðapostular, en ég vil að þeir sem að leggja sér fram og skoði málin sjáu að það sé verið að reyna og sýna fram á árangur, þannig að það sé ekki bara verið að reyna, heldur líka að gera, sýna hvert við erum að fara og þessi ég held að það sé bara langklaup að vinna þjóðina aftur tilbaka og sérstaklega fólkið kannanir sýna að við erum með meiri stuðning í nærsamfélaginu sem að kannski sér meira á spilin hjá okkur, en fólk kannski í Reykjavík hefur minni tilfinningu fyrir því, bara eðlilega og því er alveg haldið vel á lofti líka þegar eitthvað fyrir úrskeiðis. Þannig að ég held að við þurfum að standa okkur miklu betur þar að segja frá því hvað sé að gerast, hvaða betrumbætur eru að verða og það liggur fyrir lagafrumvarp sem á að koma fram í vor, skils mér, sem að náðu ekki gegn á síðasta þingi en eru margar mjög góðar úrbætur í, sumar þarf að líta á og sérstaklega kringum skattana sem ég var að nefna áðan, en ef maður fer upp í þyrluna og horfir yfir þetta, þá eru þarna gífurleg tækifæri fyrir þjóðina og Vestfirði sem að er að hafa og er að leysast úr læðingi. Tókuð ekki eftir því í morgun, Gauti, að ég heyrði forsætisráðherra að tala að þetta yrði sett upp á svona svæðisbundnar hagvaxtaráætlanir. Mér fannst það áhugavert að það er að fókusera svolítið á væntanlega líka tækifærin og svona hugsa sprota sem eru komnir á svæðum til þess að því það er auðvitað ekkert gagn í því að koma áætlun sem að skila sér bara á einu horni landsins, að það þarf að hugsa þetta í víðu samhengi. Já, það var jákvætt. Algjörlega. Sammála. Heyrði, í lokin, ég var búin að biðja ykkur að hugsa, við erum með svona lið í ræðina sem við kallum ekki ráðgjöf. Datt ykkur eitthvað í hug, þetta er svona, við biðjum fólk að segja kannski hvað það er svona eða væri að fjárfesta eða bara svona í huganum, bara með matadorpeninga, þar það myndi
hvar það myndi setja peningana sína, eða má vera einhverjum öðrum greinum en ykkar eigin, var það til að opna kaffihús á Laugaveginum eða kaupa bitcoin, eru þið með eitthvað sem þið eru stuttir í, eins og það kallað á hlutabréfamarkaðnum, eða langir? Byrjum á þér, Finnur. Sko það er svo erfitt að setja mann í þessa stöðu. Ég veit ekki alveg hvaða grein ég ætti að veðja á, sko. Þannig að það sem ég veit að ég er langur í, það er að ég er að reyna að ná tökum á harmonikunni og það mun skila sér eftir svona 10 ár kannski, einhver árakstur af þeim æfingum. Í alvörunni, heldur að það sé eftirspurn eftir, þetta er svona eftirspurna spurning og þú heldur að hún sé verði eftir harmonikaspili. Ég heldur að vera ekki alveg náð punktinum í þessari spurningu. Nei, ég var nú meira bara að meina, sko, ég er að leggja inn, sko, núna alveg grimt til þess að reyna að uppskera eitthvað tímann eftir eitthvað áratugir gerir ég ráð fyrir. Já, ég skilji, bara svona fyrir þig sjálfan, ekki fyrir samfélagi. Já, ég er ekki að tala að ég fara að hasla með völl og gefa út harmonikuplötur, sko. Nei, hvað með þig, Gauti? Ég er með mjög gott fjárfestingaráð. Ég er nýbúinn að því að við hjónin, eða sambýlingar, við erum reyndar ekki búin að orðin hjón ennþá, en það er að setja allan peningin í húsnæðislán á Vestfjörðum. Það er við erum nýbúin að byggja hús, þannig að Landsbankinn geymir allt okkar sparifé og rúmlega það, en svona án gríns að þá er vöxtur fyrir vestan, það er mikið nýju ungu fólki að koma heim og það er kraftur í samfélaginu, þannig að ég held að verði mjög góð fjárfesting til lengri tíma að fyrir utan lífsgæðaaukninguna að labba bara inn á leikskóla og fá pláss og allt sem því fylgir. Þannig að ef einhver efast, þá er Gullkistan Vestfirðir sýning á helgin. Já, þeir eru með iðnaðarsýningu helgina. Já, við erum að sýna á spilin 80 fyrirtæki og sem er að sýna í Íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísafirði á laugardaginn og Hanna Katrín atvinnuráðherra og Halla Tómasdóttir forseti er að koma. Og þannig að ef einhver efast, þá hvet ég ykkur til að koma og sjá, það er Vestfjarðastofa sem stendur fyrir þessu og bara mikil gróska og mikið í gangi fyrir vestan sem að og alla Vestfirði, það er ekki bara bundið við Ísafjarðarsvæði, það er á Ströndum mjög margt spennandi að gerast, sunnanverðu Vestfjörðum, Vesturbyggð, það er bara mikil orka. Þannig að það er talandi grósku, ein mesta gróskan í lífi miðaldra fólks á höfuðborgarsvæðinu, Gauti, er gusur í fargufum alla borg og öllum fjörusporðum. Er rétt giska hjá mér að einhvers staðar heyrði ég að þú hefði verið snemma í þessari bylgju, þessari sánabylgju? Það hefði jafnvel verið komin halva leið í svona rekstur fyrir einhverjum árum. Já, ég vona bara að við fluttum heim frá Noregi og annað vinafólk okkar frá Danmörku á sama tíma og við fórum í samtal við bæinn að kópera þessa góðu norrænu vegferð sem og hefur verið bara í smá tíma í undirbúningi. Ég vona næsta vor að þá verði bara getið mætt og tekið þetta út. Það verður niður á höfninu Ísafirði og besta stað. Alvöru. Þetta er alveg svipað á leikskólaplassinu varandi. Já, algjörlega. Og gott svona. Ég vil fá þetta í hvert fjörð, í alvörunni. Þetta er bara, ég elska sánur. Það er allra minna bútt. Þú ert í Vesturbænum, Finnur. Ertu að fara í sánur á Ægisíðin eða? Ég held að sem hafa verið að flytja í næstu götu við mig, mér segja. Já, ég er mestmengnis að fara út á Nes. Ég er ekki komin ég er ekki orðinn svona advanseraður að fara í sjóinn með eða fara í einhverja fargufur. Er alltaf ef ég fer í sundlaugina og svo reynda býr svo vel að ég á félagi sem býr á Meistaravöllum í húsi þar sem er sána í hverju stigagangi, þannig að hann býður félagunum sínum alltaf einu sinni í viku í sánu. Það er einhverju skemmtilegustu stundir sem maður getur átt. Og það eru menn alveg taka með finnskuleiðin á þetta eða? Nei, þetta eru tepur, það er verið legið að okkur. Ég veit ekki hvað er búið að leggja línuna fyrir vestan, hvað lína verið þar? Þetta er svona sérstaklega hattar líka sem fólk er með í þessu, er það ekki? Jú, svona ullarhúfur. Hjálpa fólki að vera lengi í þessu, já, svona ullarhúfur. En það var svolítið gott fyrir nokkrum árum, þegar Eiríkur Örn Norðdal rithöfundur kom heim aftur til Ísafjarðar. Hann er mikill gufumaður, búinn að vera í Finnlandi og þá var sem sagt í sundlauginu á Ísafjarði var sem sagt bannað að vera nakinn og hann fór í mikla, hún er sérst inn í klefanum svo fólk skiljiði samt, hún er inn í kallaklefanum og kvennaklefanum það skiptist sem sagt eftir dögum, þannig að bæði kyn fái eða öll kyn fái að njóta sín, en
hann fór gagnvart bænum og heimtaði að fá að sitja nakinn í sánunni eins og ætti að gera þetta. Mér finnst það svolítið gott, sko. Það var engan pepruskap. Það er bara... Það þarf frumir í öllu sviðum í íslensku samfélagi. Heyrðu, gaman að fá okkur Gauti Geirsson og Finnur Beck. Takk fyrir komuna í ræðuna. Takk hérlega. Takk fyrir að bjóða okkur. Veður úti og ég labba niður í bæ. Þeir ofan, allt í lagi, þetta súkkulaði stikki það, kanum trikkin. Væna sem ég veit, ver væna sem ég næ. Þú veit þetta flott, góðu hérna til mín og við gerum eitthvað gott. Bjórskál að vera að vinna. Hvað sem til að fá þig til að svitna. Byrjaður að hitta hana, virkar alltaf vel að flexa pínu vöðvana. Segir við hana, búin að snúa stugur. Eins og Fred Astaire, læt í gang á köflunum, gef mig parkett 5 metrar og ég steppaði úr fötunum.